Arnar, það var annar glugginn í þessari undankeppni. Hvernig líst þér á möguleika Íslands í þessum tveimur leikjum? Þetta verður bara mjög spennandi, þetta verður erfitt. Við höfum auðvitað séns, gott að vera heima, það er alveg á hreinu. Já, nú færið út úr síðasta glugga, við tapum nokkuð óþarflega stórt á móti Tékklandi og svo svona mætti kannski segja að það kasta leiknum frá. Má alveg segja það er bara rétt hjá þér. Móti Búlgaríu. Það er bara rétt. Hvað hafið farið yfir svona þessa viku til að bæta myndi? Sko, þetta helgin, sem sagt, laugardags- og sunnudagshelgin var mjög einföld. Við erum að reyna að fá fleiri stráka til að kynna þá fyrir því sem við erum að gera. Þú veist, ef við skoðum hópurinn þá er þetta sem bara nokkuð strákar sem eiga ekki landsleiki eða langfæstu landsleikina, svo voru boðaðir hérna. Og svo hérna gær og svo í morgun þá var bara við svona upprifun af því sem við erum að reyna að gera og reyna að gera okkur klára fyrir að koma Tryggva líka einhverju leyti, sko. Já, talandi Tryggva, nú veit ég hann lendir bara nokkra klukkutíma fyrir leik á föstudaginn. Að hvaða marki heldur hann eftir að geta beitt sér fyrir Íslands á föstudagskvöld? Ég veit ekki alveg hvað ég segja, það verður mjög erfitt. Það kemur í ljós hvernig hann hefur það, hvernig ferðalagið fer í hann. Finnar auðvitað eru nokkuð góðir að sækja á stóramenn, sko. Líka við hérna, það er bara verið svolítið að koma í ljós, sko. Hann er að spila í meistaradeildinni á fimmtudagskvöldið í Grikklandi og hann er að koma sér það til Íslands. Ekki, sko, síðast ekki eina æfingu með okkur, núna er hann á 0 fyrir fyrsta leik. Þannig að það verður bara að koma í ljós, sko. Leikurinn svona kemur til með að gefa til kynna hvernig það verður gert. Nú hérna, mikla breytingar á hópnum frá því í síðasta gluggann og að fá leikmennin eins og Jón og Hörð og Pavel og Haug og væntanlega Heilan núna í þetta skiptið. Hilli. Já, Hilli. Hvaða þýðingu hefur það fyrir leikmenn? Sko, Jón er besti körfuboltamaður sem við höfum átt. Hörður er búinn að byrja alla leiki sína Krauk tók við fyrir utan síðustu 2 og Pavel er einn okkar allra besti varnarmaður og frábær fyrir hópinn, þannig að ég myndi segja að þetta skiptir svolítið miklu máli. Við höfum þá að sjá búast við svolítið öðruvísi liði núna helgina heldur var kannski síðast. Ja, þú segir sér sjálf, það eru bara 3 menn sem eru búin að vera í lykilhlutverki í eitthvað 10 ára í landsliðinu. Og hérna tilkynntu 17 manna hópinn áðan, það eru 3 nýliðar úr Haugum í þeirri. Við hefum búist við að sjá þá spila um helgina. Það er svolítið kemur í ljós, sko. Það er alltaf aðeins með okkur og við veljum hóp á 50 daginn og það er aldrei að vita nema 1 eða 2 að þetta inn í hóp, það verður bara að koma í ljós. Kannski alveg á lokum, nú er Logi Gunnarsson að spila sína síðustu leiki fyrir Íslands hönd. Hvers konar impact hefur Logi haft á íslenska landsliði? Ég vil ekki taka Loga út fyrir sviga, ég vil taka með þessum strákum, þá er það Hlynur, Pavel, Jón, strákar sem eru líka dottnir út, Helgi Magax í Kára. Þessi eru menn sem, sko, landsliðið var ekkert kannski á einhverju blómaskeiði þegar ég kom inn í þetta og þeir hafa svolítið rutt veginn fyrir þá sem eftir koma. Hér eru drengir sem þekkir annað en að vera í undankeppni á stórmóti með landsliðinu. Þetta eru og þeir komu inn með ákveðin svona einkenni í íslenska landsliði. En kannski kom ekki inn með það, nú er ég bara það ungur að hérna getur vel verið að það hefði verið svona áður en ég komið. Þeir hafa ákveðna fórnfýsi og leikgleði og kraft sem er eiginlega alveg ótrúlegur og Logi er bara einn af frontrönnurunum í þessum hóp og hans karakter svo er sátt saknað. Þetta er þetta ótrúlegur náungi, það er ekkert flóknara en það. Ég held að þessi búin að hlæja það að skota einhvern í morgun, sko, að það væri að styttast í að Haukur væri hálfnaður með landsliðsferðarinn sinn með að við Loga, sko. Og ég held að Kristó er ykkur 16 ára eftir, sko, þegar það var á hann. 18 ár. Já, þannig að það er hellingur að fólki ekki fætt, sko, þannig að, já, eins og ég segi, hvað segir gaur sem er í landsliðinu 18 ár og startir og þú veist, fer ekki um öll hlutverkin, þú veist, og þú veist, þegar Peter var þá var hann komin aftalega á bekkinn, undankeppnið eru fyrir minn fyrst ára hérna aðalmannunum, aðalmaðurinn í Berlín, aðalmaðurinn í seinni undankeppninni, fer í stærri öllu í Finnlandi og er ennþá leiðtogi og þvílíkt flottur karakter, sko, bara hattinn af og Logi er ótrúlegur og ég bara persónulega lært ótrúlega mikið á hann með hvað hann er
mikil eljusemi og flottur maður sko, og bara eins og þessir eldri gaurar sem að fara dett út núna, eftir rólega. Þetta er bara magnaði gaurar. Alveg að lokum, 2 sigrar helgina? Við ætlum að byrja að reyna að vinna á föstudaginn og svo ætlum við að reyna að vinna á sunnudaginn. Takk.